Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Þetta inn í sáttmála ríkisstjórnarinnar og ég virði það samkomulag sjálfsögðu. Þannig að þegar kemur til atkvæðagreiðslu málið á Alþingi þá myndu greiða atkvæði með tillögunni? Já, ég mun styðja ríkisstjórninni í því máli. Við íslenska þjóðin getum vel lifa við þetta en við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hvað þetta varðar. Við munum ekki ganga inn í Evrópusambandið í gegnum EES-samninginn. Það er alveg klárt mál. Nei, en svo er náttúrulega einnig á dagskráni að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort þeir taka viðræðurnar upp að nýju. Þú lítur þá að samþykkja það líka eða eitthvað? Ég mun samþykkja þjóðaratkvæðagreiðslu að sjálfsögðu. Þetta gengur ekki að stjórnarskráni vegna þess, þú getur ekki sagt í almennu lögum að ein tegund almennra laga sem á uppruna sinni í Brussel gangi fram að öðrum. Þú verður að gera stjórnarskrá sjálfsögðu. Og þetta er ekki eins og lögskýring, þetta er spurningur rétthafi laga. Já. Það verður þú að gera í stjórnarskrá, ekki almennu lögum. Akkurat. Þannig að ég er bara vonandi að verði bara ein tilraun enn til að leggja það fram og verði ekkert af þessu. Já, hún segir það. Ég trúi ekki öðru. Stundum er engu líkar en að sagan endurtaki sig, með nýjum leikurum en öðrum blæbrigðum. Árið 2009 ætlaði vinstri stjórn Samfylkingar og vinstri grænna undir forystu Jóhannar Sigurðardóttur að kollvarpa íslensku samfélagi. Henda átti góðri stjórnarskrá út í hafsögu og innleiða nýja, lagt var til atlögu við sjávarútveginn í tilraun til að knésetja velrekin fyrirtæki sem voru þyrnar í augum fólksins sem á komið til valda. Og ákveðið var að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að bera það undir þjóðina. Meirihluti þingmanna Samfylkingar og vinstri grænna felldi tillögu þess efnis. Umsóknin aðild að Evrópusambandinu gekk freklega í berhögg við stefnu vinstri grænna. Andstaðan við aðild var einn af hornsteinum í stefnu VG allt frá stofnun flokksins 1999 fram til þess að flokkurinn tók höndum saman við Samfylkinguna. Í setningaræðu á fyrsta reglulega landsfundi vinstri grænna í október 1999 vék Steingrímur J. Sigfússon, þá formaður. Hann lék sér að nokkrum lykilorðum sem gæfu innsýn í það sem raunverulega skipti máli og við eigum að beita okkur fyrir. Svo vitnaði sér beint í Steingrim. Sjálfstæði og fullveldi voru meðal þessar orða. Og Steingrimur sagði, sjálfstæði, að við varðveitum sjálfstæði okkar, frelsi og fullveldi til að ráða sjálf áfram yfir okkar málum og bera sjálf ábyrgð á okkur í heiminum. Nokkurum dögum síðar talaði Steingrimur J. án tæpitungu í umræðum og Alþingi skýrslu Halldórs Ásgrímssonar heitins, utanríkisráðherra utanríkismál. Hann gagnrýndi gælur ráðherrans við Evrópusambandið og sagði, við þekkjum þennan skollaleik sem hefur í raun verið aðdragandi þess að þeir hafa verið að vinna sínu markmiðum framgang sem vilja fara með sín lönd inn í Evrópusambandið. Og hann bætti við, ég tel að við eigum ekki hér upp á Íslandi að reyna slíka skollaleiki. Tölum saman á hreinskiptum og heiðarlegu nótum. Þeir sem telja að Ísland eigi að fara inn í Evrópusambandið geru svo vel og segi það. Hinir sem eru á móti því vita þá hverju þeir standa frammi fyrir og geta fært fram rök fyrir andstæðum sjónarmiðum. Það liggur í öllum aðalatriðum allt fyrir sem liggja þar fyrir það hvað er samfara því að fara inn í Evrópusambandið. Steingrímur taldi að þáverandi utanríkisráðherra væri orðinn of hallur undir aðild að Evrópusambandinu og velti því fyrir sér hvaða ástæði gæti verið fyrir þeim sinnaskiptum og fleiri varðar hugsanlega aðild að Evrópusambandinu. Og hann sagði, það þannig að menn verða svo mjúkir í hnjáliðunum eftir nokkrar ferðir til Brussel að þetta slær út eins og sjúkdómur með hitasótt? Það þá rétt hjá fyrrverandi formanni Framsóknarflokksins Steingrími Hermannssyni
að íslenskir utanríkisráðherrar fái bara þennan vírus eins og sendiliðið í Brussel yfirleitt? Mér finnst ævinlega ég hitta þessa menn gjörbreytta eftir svona hálfsárs veru þar. Hvað í ósköpunum veldur? Sennilega þetta hitasjúkdómur en ekki það að veitingahúsin í gamla bæjarhlutanum í Brussel séu svona góð eins og var einu sinni kenning minn að væri yfirleitt orsökin fyrir þessum sinnaskiptum. Fáir kjósendur Vinstri grænna gátu búist við því að meirihluti þingmannaflokksins myndi nokkru vikum eftir kosningarnar 2009 samþykkja óskað yrði eftir að hefja viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands. En þó mátti merkja nokkra stefnubreytingu eða áherslu hjá flokknum eftir að hafa verið í minnihlutastjórn með Samfylkingunni frá því í janúar sama ár. Landsfundur VG í aðdraganda kosninganna 2009 var að minnstakosti ekki eins afgerandi andstöðu sinni gegn aðild og landsfundur fyrir kosningarnar 2007. Í ályktun utanríkismál árið 2009 sagði meðal annars: Vinstrihreyfingin Grænt framboð telur nú sem fyrr að hagsmunum Íslands sé best borgið utan Evrópusambandsins. Sjálfsagt og brýnt að fari fram opin og lýðræðisleg umræða samskipti Íslands og sambandsins. Landsfundur VG leggur áherslu á að aðild Íslands að ESB eigi að leiða til lykta í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta orðalag allt annað en landsfundur samþykkti 2007 og opnaði forystumönnum VG leið til að skrifa undir stjórnarsáttmála við Samfylkinguna eftir kosningar, þar á meðal að gengið yrði til viðræðna við Evrópusambandið. En þrátt fyrir þessa áherslu breytingu í ályktunum var Steingrímur J. Sigfússon, formaður VG, afdráttarlaus í sjónvarpsumræðum flokksformanna kvöldi fyrir alþingiskosningarnar 2009. Hann þvertók fyrir að til greina kæmi að hefja undirbúning að því að sækjum aðild að ESB. Orðrétt sagði hann: Það samrýmist ekki okkar stefnu og við höfum ekkert umboð til þess. En hálfum mánuði síðar var búið að gera aðildarumsókn að Evrópusambandinu að leiðarljósi nýrrar ríkisstjórnar og lagt að þingmönnum VG að styðja tillögu þar að lútandi. Í kosningunum 2009 bættu Vinstri grænir við sig 5 þingmönnum og urðu sigurvegarar þeirra en ekki Samfylkingin. Hægt að færa sterk rök fyrir því að auki fylgi hafi fyrst og síðast komið frá kjósendum sem töldu sig vera að styðja flokk sem hefði burði til að verja sjálfstæði þjóðarinnar og stæði fast hjá kröfunni að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stuðningur forystu Vinstri grænna við aðildarumsókn samkvæmt kröfu Samfylkingarinnar var þess að dýrkeypt. Þingflokkur Vinstri grænna var sundur tættur allt kjörtímabilið og flokkurinn tapaði miklu fylgi í næstu kosningum árið 2013, misti helming þingmanna, fór úr 14 í 7 þingmenn. Afhroð Samfylkingarinnar var raunar enn meira og misti flokkurinn 11 af 20 þingmönnum sínum. Í mörgu staða flokks fólksins sú sama og Vinstri grænna fyrir rúmum 1,5 áratug. Með sama hætti og Vinstri grænir hefur flokkur fólksins selt stefnu sína í Evrópumálum fyrir aðildar ríkisstjórn og ráðherraembætti. Og ekki aðeins varðar umsókn aðild að Evrópusambandinu, heldur ekki síður í afstöðunni til frumvarps breytingar á EES. Svokölluð bókun 35 gæti haft alvarlegar afleiðingar gagnvart fullveldi Íslands og grafið undan því, sagði Eyjólfur Ármannsson í viðtali við útvarpssögu í september síðastliðnum. Hann fullyrti að samþykkt frumvarps breytingar á EES-samningnum, sem oftast kallað bókun 35, gangi þvert gegn stjórnarskrá. En nú hefur Eyjólfur skipt skoðun, ekki vegna nýrra upplýsinga eða breyttara aðstæðna í samskiptum Íslands og annarra landa. Nei, Eyjólfur tók sæti í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur
og sneri við blaðinu. Ekki með ósvipaðum hætti og Steingrímur J. Sigfússon gerði á sínum tíma þegar hann tók höndum saman við Jóhönnu í vinstri stjórninni 2009 til 2013. Í viðtali við fréttastofu Stöðvar 2 á Þorláksmessu lýsti Eyjólfur yfir stuðningi við bókun 35. Við, íslenska þjóðin, getum vel lifað við þetta, en við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið hvað þetta varðar, sagði nýbakaður ráðherrann í samtali við fréttamann Stöðvar 2, en það skemmtileg tilviljun að fréttamaðurinn, Heimir Már Pétursson, var nokkru síðar ráðinn framkvæmdastjóri þingflokks fólksins. Engu líkara en að Eyjólfur telji réttlætanlegt að samþykkja frumvarp sem hann taldi og var sannfærður að væri brot á stjórnarskrá eingöngu vegna þess að nú eigi hann sæti við ríkisstjórnarborðið. Inga Sæland og félagar hennar í flokki fólksins hafa 6 sinnum lagt fram þingsályktun að draga tilbaka umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu frá árinu 2009. Þingmenn flokksins hafa verið sannfærðir að þrátt fyrir að þáverandi utanríkisráðherra hafi vorið 2015 tilkynnt Evrópusambandi að viðræðum verið slitið og ekki ætti að líta lengur á Ísland sem umsóknaríki sé umsóknin í raun en virk. Með tillögu sinni vildi Inga Sæland og hennar fólk tryggja að Ísland drægi tilbaka umsókn sína aðild að Evrópusambandinu eins og segir í greinargerð. Og hér skal látið liggja á milli hluta hvort formgalli hafi verið á tilkynningu utanríkisráðherra 2015 eða ekki, en tillöguflutningur Ingu Sæland endurspeglar ágætlega djúpstæða andstöðu flokksins og hennar sérstaklega við aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fyrsti landsfundur flokks fólksins var haldinn árið 2018, ári eftir að flokkurinn náði fyrst kjöri á Alþingi. Þrátt fyrir töluverða leit hefur mér ekki tekist að finna stjórnmálaályktun frá þessum landsfundi eða rauninni nokkra aðra ályktun ef út í það farið. Aukalandsfundur var haldinn ári síðar og litlar upplýsingar eru til þann fund. Það liðu nær 6 ár þangað til loks var boðað til landsfundar í febrúar síðastliðnum, en þá hafði flokkur fólksins þegar gengið til liðs við ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Þar var samþykkt stjórnmálaályktun sem varla getur talist ítarleg eða gefa góða innsýn í stefnu flokksins sem nú situr í ríkisstjórn. Það vekur sérstaklega athygli að ekki einu orði vikið að aðildarumsókn að Evrópusambandinu eða boðaðri þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki orð bókun 35 sem var svo mikið hjartans mál hjá Eyjólfi Ármannssyni, enda flokkurinn búinn að kyngja ælunni svo vitnað sé orð míns góða vinar á þingi. Draga verður í efa að nokkur stjórnmálaflokkur hafi afgreitt utanríkismál með sama hætti og flokkur fólksins gerði í febrúar síðastliðnum. Rýrt varla rétta lýsingin, aðeins 2 setningar, 2 heilar setningar. Þar segir að flokkurinn sem friðanis flokkur sem styðji eindregið aðild Íslands að NATO og berjist hér eftir sem hingað til fyrir því, það að við Íslendingar verðum ávallt þjóð meðal þjóða. Fyrir flokk sem mótar stefnu í utanríkis- og varnarmálum með áðurnefndum hætti tiltölulega auðvelt og raunni þægilegt að ganga til liðs við ríkisstjórn sem stefnir að því að koma Íslandi inn í Evrópusambandi þvert á yfirlýsta stefnu áður þess flokks. Ráðherrastólarnir eru mjúkir og einkabílstjórarnir enn betri. Andstæðan við bókun 35 horfin, áralöng barátta fyrir að draga aðildarumsókn að Evrópusambandi formlega tilbaka komin niður í skúfu. Og hvað hefur flokkur fólksins fengið í staðinn? Ekkert. Samstarfsflokkarnir ríkisstjórn skipulögðu þinghaldið á fyrsta þingvetri ríkisstjórnarinnar með þeim hætti að öll helstu stefnumál flokks fólksins voru látin mæta afgangi. Í raun hent út í hafsauga. Engin áhersla lögð á að reyna að tryggja framgang strandveiðifrumvarps
eða frumvarps lögfestingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra, hvað þá að tengja greiðslur almannatrygginga við launavísitölu. Og svo sagt að sumir flokkar séu ódýrari en aðrir. Ég þakka þeim sem lítu, eigi góðar stundir.